þetta glötuð þjónusta á Íslandi. Já, Mér finnst það, ég labba í mörg fyrirtæki að versla eitthvað, það er ekkert follow-up, það er ekkert hringt í, það er ekkert tékk á einu eða neinu. nei. Ef ég væri fasteignasali, ég væri stærsti fasteignasali í landinu. Kristján Berg, velkomin í Já, þáttinn. þakka þér fyrir. Kannski margir sem að þekkja þig sem fiskikónginn. Jú, það er nú að týna tölur núna, fiskikóngurinn, já, ef maður hætta því. Já, einmitt að fara að einbeita sér einhverju öðru eins og heitum pottum og sánum. Já, það er bara, ég er eiginlega hættur bara í fiskinn og þannig séð, sko. Já. Ég fór hérna niður í fiskbúð í morgun í 40 mínútur Já. og þar á undan fór ég 19. desember. Já, það er svoleiðis. Já. En hvernig svona byrjar þitt viðskiptaferli? Hvernig hefst þetta allt saman? Ég byrja bara ég ungur og hef var gamla að vinna. Já. Byrja að bera út bara þegar ég var, ég held ég 6 eða 7 ára þegar ég byrja að bera út, sko. Var með 2 töskur bara og drekklaðin og Já. ég segi það ekki, ég hefði borið þetta allt út, en mamma hjálpaði mér að bera út. Og svo náttúrulega bara liðu árin og þá fór ég að bera út sjálfur. Já. Þetta þekkist nú ekki í dag. Nei, varstu að bera út hvað, Morgunblaðið? Já, nei, Dagblaðið. Dagblaðið. Já. Það var eiginlega betra að vera með mokkan, sko, svona alltaf fleiri blöð, meiri peningur, en Já. Dagblaðið var dreifðar, ekki allir áskrifendur á Dagblaðinu. Svo Dagblaðið Vísir, já. Já. Fékk maður svolítið mikið aukablöð. Já. Maður var svolítið lengi að finna kúnnana sem vildu kaupa aukablöð. Já. En maður fór bara í blokkinu og dinglaði, maður eru selaukur og Já. margir dýrabjöllunapar. Hvernig kveiknaði þessi hugmynd að fara að bera út blöðin? Mamma var að vinna hjá Dagblaðinu í gamla dag, þá var alltaf, sko, ætlar að auglýsa eitthvað núna fyrir á Brask og Bralli, eitthvað sýttir að Facebook eða hvað það er, sko. Já. Bland eða eitthvað svona sölusíður. Já. Ef þú vildir selja sófasetti eða nota en bíl eða kaupa bíl eða eitthvað, þá hringdir alltaf í Dagblaðið og settir inn svona smá auglýsingu. Eða vantaði vinnu eða eitthvað. Já. Þá var ekkert GSM-kerfi eða neitt svoleiðis, eða Bosi eða Borga. Og þá voru bara svona rukkarar. Já, ok. Við löbbum í húsin að rukka. Þannig að mamma byrjaði að rukka fyrir smá auglýsingu á Dagblaðinu. Og ég hjálpaði náttúrulega að rukka, við vorum bara hjóluðum allt Breiðholtið. Það var eiginlega, maður fór eiginlega bara úr blokk í blokk, sko, þetta er svo margir að auglýsa. Já. Ímyndaður ætlar að fara að rukka alla sem að sitja inn á Brask og Brall í Breiðholtinu. Það er eiginlega bara hver einasti íbúð. Já, einmitt. Þannig var þetta í Dagblaðinu. Dagblaðið var náttúrulega þykkt og mikið. Já. Og svo vantaði bara blaðbera í hverfi, þannig að ég fékk hverfi sem að bera út að sé bjó í Seljavík. Hvað varst í þessu í mörg ár og frá hvað aldri? Ég byrjaði, ég held ég að vera 6-7 ára þegar ég byrjaði og ég hætti bara þegar ég fór í menntaskóla eða í Fjölbraut og hætti að bera út, sko. Já. Ég gerði þetta alltaf, sko. Hvað er það sem þú ferð svo að læra í menntaskóla? Já, ég fór svo bara að vinna á sumrin, þá fór ég bara að vinna í fiski og þá voru einhverjar vinkonur mínar bara úr Seljagarðinu sem plötuðu með að vinna í síldarútsinum. Já. 12-13 ára bara sumari. Þá byrjaði það klukkan 8 til 3, svo bar maður út Dagblaðið eftir það. Þá fór ég svona að kynnast fiskinum, svo fór ég að vinna í saltfiski og svo fór ég að læra handflagga og bara, já, ég var í fljótasti flaggari landsins bara þegar ég var 15 og 16 ára. Já, fljótur að læra. Já, svo auðvelt að kenna krökkum. Ég er náttúrulega bara krakki þá, þannig að maður er fljótur að ná þessu. Já, áhugasamur. Já, það er rosa gaman að flagga, það var geðveikt gaman. Já, en hvað, þannig ertu komin í menntaskóla og ert að vinna þannig bara í þá útgerð? Já, mamma og pabbi skildu þegar ég var 16 ára og mamma tekur saman mann sem á fiskvinnslu og er að vinna þar bara í bókhaldinu og selja fisk. Já. Alveg bara í bókhaldinu. Ég fór að vinna þar svona með helgar og flagga og taka til pantarnir og það sem þurfti að gera, það var að dreifa fisk í mötunni. Já. Svo fór ég í skóla, fór að læra kokkin, ég hafði áhuga á því. Ég veit ekki hvað ég vildi læra að vera kokkur. Já, eitthvað heillandi við það? Já, ég man það ekki. Það er kannski bara einhver vinur mér sagt mér að það væri gaman eitthvað elda eitthvað, ég veit ekki. Já, verið að elda einhvern annan. Já, ég meina, það er bara 16 ára, þá veit maður eiginlega ekki neitt í sín haus, sko. Nei. Þannig ég segi ekki, veit ekki eitthvað í sín haus, en það er svona, maður veit ekki hvað maður vil gera eða læra eða maður ekki prófa að vinna neitt og... Einmitt. Það er alltaf að ég tala svona frá minni reynslu, þá var það þannig, sko. Og ég fór í 1 ár í Fjölbraut í kokkaskólann, svo ætlaði ég að fara í veitingaskóla, hótel og veitingaskóla. Já. Fór á samning, sóttum á Hótel Óðinsi, það sem snapsi er ekki í dag. Já.
og það var 2 ára bið. Þannig að mamma sagði, farðu bara og læruðu viðskiptafræði eitthvað á meðan í Fjölbraut. Þannig að ég hélt áfram öðru ári í Fjölbraut. Svo fór ég að læra mannkynssögu og eitthvað, Já. lesa eitthvað Íslendingasögur eitthvað. Ég hafði engan áhuga á því, sko. Þannig ég hætti. Já. Hringdi bara í mömmu bara eftir september. Bara voru þarna alltaf 2 tímar í einu eitthvað, svona hálftíu og segi mömmu ég bara hætti í skólanum. Já. Og hann alltaf alveg brjáluð, sko. Var ekki sátt. Nei. Og þá hringdi maður bara í landlínu, eða fór tíkallið sem bara í FB, hringdi það. Já, okay. Sem þá á þessum tíma, sko. 86-7. Já. Þannig ég tók bara strætó niður eftir og byrjaði bara að flaka og bara vinna bara daginn eftir. Og stuttu eftir að byrja að vinna þá hætti verkstjórinn í frystihúsinu. Ég var óþolandi. Já. Ég vildi hafa þetta einhvern veginn öðruvísi. Þannig að hún gatti minn svo opna fiskbúð. Ég sagði ég gæti það ekkert, ég engan áhuga á opna fiskbúð, ég vildi bara vinna hér. Já. Svo fór ég að hugsa þetta og sló bara til. Já. Hvernig svona fyrstu skrefin það að fara og opna fiskbúð? Fara úr því að vera flakari og yfir í að reka einn eigin fiskbúð? Það var svo sem ekkert mál. Ég kunni á alla þessar tegundir og hvað ég ætti að gera nætursalta og kunni á ferskleikan, hvernig fiskur er geymdur og kunni alltaf að flaka og róflita og beinreisa. Já. Kunni svo sem ekkert að selja. Ég hef oft ekki síman og keyrt út pantanir. Kunni svo sem ekkert að vera fisksali, sko. Nei. En planið var ekkert að vera með einhverja stóra fiskbúð. Ég var búinn að ákveða það, ég var búinn að vera að vinna lengi sem akkursflakari og getur maður að flaka sko á kíló. Já. Þannig ég var búinn að finna mér hérna 2-3 aðila sem ég gat tekið bara fisk inn hjá mig baka til og flaka bara fyrir þá ef það var rólt að gera. Já. Ég fengið þeir bara flugin á kvöldin, sko. Já. Þannig ég gat alveg haft tekjurnar pluss búðina sem var náttúrulega með þá góða álagningu. Já. Það ég byrjaði eiginlega bara þannig, ég ætlaði að gera þetta svona. Já. En það var eiginlega bara fínt að gera frá fyrsta degi. Ég hafði ekki tíma til þess að flaka þegar búðin var opin. Það var rosa vinna að vera með fiskbúð. Ég gerum ekki alveg fyrir því. Langi dagar. Já. Það byrjaði væntanlega snemma á morgnana. Já, byrjuðum snemma á morgnana. Það var 12 tíma dagur. Já. Þannig að ég gat ekki flaka á daginn að þá fór ég bara á kvöldin og flakaði í 6 tíma, 4-6 tíma alltaf hverju kvöldi, sko. Já. Það hefur verið hellingsvinna. Já, en ég hef aldrei mikla fyrir mér að vinna, sko. Nei, elskar að vinna. Já, æðislega gaman. Já. En hvað ertu gamall þarna þegar þú opnar fiskbúðina? Þá var ég 18. 18 ára? Já. Ok. Það var bara fínt. Það var nóg að gera. Ég reyndi að man ekkert eftir árunum þegar ég var á svona 17 til 20 ekki. Nei, einmitt. Það hefur verið það mikið keyrsla á þessu hjá þér. Já. Já. Ég man ekki neitt eftir því. Nei. En hvernig svona, þú stjórn 18 ára að fara á stað og stofna þá EOF og finna verið eitthvað húsnæði til að leigja eða? Það var Já, það var fiskbúð hérna á Víðimel. Veistu hvað það er? Nei. Þú veist hvað melabúðin er? Já. Þú beygir þarna, það er gatnamótin þarna frá Hringbrautinni. Já. Og keyrir á melabúðina hægri hönd og keyrir alveg inn á ægisíðuna. Það voru vinstri hönd, það voru svona melar. Já. Fyrsta gata minni með fyrsta önnur gata er Víðimel. Já. Keyrir Víðimelinn. Á hægri hönd þar er svona fyrir miðjum Víðimel. Þar var bílskúr. Já. Og þar var rekinn ein sölulegasta fiskbúð landsins í mörg ár. Í bílskúr. Ok. Ég hafði unnið þarna í þessum bílskúr í fiskbúðina Víðimel. Já. Í eitt sumar það fór þarna maðurinn sem átti Víðimelinn þá hefum tíma, hann fór í frí. Og vantaði, þú veist, einhvern að leysa af og ég var sendur hérna að hjálpa með afgreiða. Fannst það bara fínt, sko. Já. Ég ætlaði að kaupa hana. Það var planið, sko. Hann hafði flutt sig frá Víðimel og opnaði fiskbúð hérna upp í Austurveri. Já. Og það var kæliborð og allt þarna inni. Þegar ég ætlaði að taka þar við og bara leigja þá hérna bílskúr, þá var heilbrigðiseftirlitið búin að komast þarna inni og vildi loka þessum fiskbúðum sem voru svona í bílskúrum og í einhverju svona út allt. Já. Í Reykjavík, sko. Það voru svona 50 fiskverslanir í Reykjavík. Já, það er slatti. Það var svolítið högg fyrir mig að fá ekki að taka við fiskbúðina við mig. Já. Og þá fór ég alveg svona að leita að húsnæði bara hérna í kring. Já.
þá datt ég inn á þarna húsnæði í Jóelhúsinu, Já, ok. Hringbraut 119. Já. Og hvað ertu, þú veist, þannig ertu 18 ára og hvað ertu lengi að svo reka fiskbúð þarna? Ég var í 5 ár þar. Þú varst í 5 ár þarna? Já. Já. Og það var alltaf bara aukning. Það var alltaf meira og meira að gera. Já, það var aukning og ég var að selja svolítið mikið í mötuneyti. Já. Svo nótúsbúðuna sem voru þá út um allan bæ. Já. Ég seldi þeim öllum fisk. Já, ég var með fullt af mötuneytum, sko, selja út um allan bæ, sko, leikskólum. Það var eiginlega þannig, sko, að fiskbúðina sem voru ákveðnum, bara eins og ég var hérna á Hringbrautinni, þá voru leikskólarnir sem voru út á hérna Seltjarnarnesi, þeir voru skyldu þess að kaupa við fisksalan í hverfinu. Já. Þannig að leikskólarnir hérna svona í kringum, einhvern radíus í kringum hverja búð, þeir versluðu allir við sína fisksala. Já. Þá var það bara fullt verð mínus 10%. Já. Þannig var þarna prógrammið, sko, fyrstu árin. Já. Og það var alveg fínt business að vera að selja á fullu verði 10% afslátt í miklu magni, kannski 8 til 30, 40, 50 kíló. Já. Það var bara fínt business í því, sko. Já, einmitt. En hvað á þessu tímapunkti ertu væntanlega þá líka komið starfsmenn? Nei, ég var eiginlega einn þarna mest, var með einn gamlan flakara sem kom til mig klukkan 5 á mótnan og flakaði til 8. Já. Svo fékk ég hérna einn dreng sem var að vinna hjá mér í 14 ár. Þú þekkir hann sennilega, Bjarni Knútsson. Já, ok. Hann er svona svipuð business þú hefur verið í, með svona limósínur og svoleiðis, en hann var lengi með því, sko. Ferðaþjónustu. Ferðaþjónustu. Já. Já, og svona security, svona öryggisgæslu. Já. Hann vann hjá mér í 14 ár. Duglegur strákur. Já. Hann var einmitt hérna, pappan seldi mér alltaf rauðma. Hann var sjómaður. Já. Heitir Knútur, átti bát sem heitir Brandur og kom alltaf til mín, sko, svona eftir hádegi með glænýja rauðma. Það var á þessum tíma þegar svona litlu svona trillukallarnir voru bara með löndu aflann sínum í kerru. Já. Keyrðu síðan bara einhvers staðar Reykjavík og stoppuðu bara sem var gott að leggja og fólk keyrðu út af og versla á sjómorunum bara ferskan fisk, bara beint úr kerrunni. Já. Þannig að það voru kerrur út um allar Reykjavík sem fólk var að selja, hérna sjómenni voru að selja fisk. Þannig að hann kom oft til mín kallinn og Bjarni hérna var alltaf með honum. Já. Ég og Bjarni byrjum að tala saman því að við vorum miklu næri aldri heldur en kallinn, hann var komin einhver 78 eitthvað slis og hérna svo fór Bjarni að bera úr dagblaði fyrir mig. Ég spurði hvort það vantaði ekki auka vinnu, hann var duglegur. Hann byrjaði að vinna hjá mér smátt og svo var hann bara fullu starfi hjá mér, vann hjá mér í 14 ár. Já, var fyrsti starfsmaður þá. Já. Já. Svo bara bættist við þetta. Já, einmitt. Þú ert þannig, hvað segir þau, 5 ár, þannig að svona 23. Já, 23 fjara. Já, hvert flytur þið þá? Þá var ég búinn að kaupa aðra fiskbúð upp á Höfðabakka. Já. Og rak þá 2 búðir. Já, þú varstu með 2 fiskbúðir. Sem ég hefði aldrei átt að gera. Nei, hvers vegna ekki? Það bara ekki gott að vera með 2 verslanir, sko. Já. Ísinn á þið bara, hann eiginlega bara í símanum og keyra á milli og... Já. En var það ekki til þess að þú seldir allan töluvert á meiri fisk? Jú, en það bara minn eftir. Það bara þannig, sko. Já. Mín reynsla svo, sko. Kannski 10 eða 12 verslana myndi að ganga, en það þýðir ekkert að vera með 2 fiskbúðir. Nei. Þú missir líka kontakt við kúnna, þú ert ekki eins mikið að afgreiða og þú ert með svona fiskbúð, þá er þetta persónulegi tengsl, fólk að koma til þín, það þekkir, blessa, þú manns hvað það fekk síðast og þú veist, maður missir alveg þennan sjarma að þú komin í svona rekstur. Já, missir tenginguna þannig. Já, þetta ekki gott, sko. En hvað varstu þá lengi með 2 fiskbúðir? Ég rak þær alveg í 2 ár, svo náttúrulega opnaði ég aftur, ég seldi reksturinn 2006. Já. Og fluttið til Danmerkur. Þá var bara eitthvað maður sem kom inn á göttinu og vildi kaupa mér og ég gat eiginlega ekki sagt nei, sko. Hvernig selur maður fiskbúð? Já, bara banka upp og það gaf mér einhverja fáránlega tölu sem ég gat ekki hafnað og þá seldi ég bara. Það er allt í sölu, eins og ég segi. Fyrir rétt verð. Já, bara þannig. Þá notuðum við tækifærið og fluttum til Danmerkur. Já. Fjölskyldan. Hvað varstu að gera í Danmörku? Ég flutti fyrst til Danmerkur 2001-2003. Þá var konan að fara í skóla. Þá var ég svona aðeins búinn að fá leið á því að selja fisk og
hún vildi fara í skóla, læra snyrtifræði. Þannig að við ákváðum að flytja út þá og leigði ég búðina á meðan. Já, leiðið þá bara reksturinn út. Já, pabbi tók við rekstrinum og ég leigði reksturinn til hans bara og ég treysti honum alveg fyrir því. Já. Svo fluttum við heim, byggum í tæplega 2 ár á Íslandi. Þá fékk ég tilboð í að selja reksturinn og við vorum eiginlega ekki búin að fá nóg af Danmörku. Þannig að þú veist, þegar ég fekk tilboð í reksturinn, sýndi náttúrulega konunni tilboðið og þá heyrðu, ég ekki bara gera þetta og fara aftur út og gerðu það bara. Já, varstu lengi að hugsa um? Nei, ég ætli ekki bara verið svona 2-3 tíma. Já. Þetta var eiginlega komið, sko. Það var stela bara að fara út aftur. Já, það ef ég fengi gott tilboð í dag, þá myndi ég flytja og fara í fyrramáli, sko. Já, fann aftur til Danmörku bara. Já, ég hugsa það. Já. En hvenær kemur þá tilbaka svo til Íslands? Ég kem í september 2008. September 2008. Þú ferð þá beint aftur í... 15. september 2008, rétt 2 vikum fyrir hrunið. Já, góð tímasetning. Já og nei. Hvað er það þá hvaða verkefni ferðu þá í? Ferðu þá aftur í að reka fisk? Nei, þá ég sko út í Danmörku og þá fékk ég góða sölu á reksturinnum og eignunum sem ég átti hér. Já. Og var ekkert að gera neitt þar og konan sagði að ég hef verið óþolandi að vera heima. Ég var heima þarna í 3 mánuði, atvinnulaus. Var svona bara að hugsa hvað ég ætti að gera. Ég var að fjárfesta mikið í hlutabréfum og svona að gera eitthvað sem ég vissi ekki hvað ég var að gera. Já. Og komin í einkabankaþjónustu hjá Íslandsbanka og þetta var voða svít líf maður. Það var alltaf að hækka og allt í blóma og gekk rosa vel og já, eignirnar bara kveikti og slökkt á tölvunni og þetta hækkaði allt bara þegar maður kveikti á henni aftur. Já. Það var svona bara, þetta var eiginlega too good to be true. Og raunverulegt kannski. Já, þetta var eiginlega, einu sinni þá komst ég ekki bara úr tölvuherbygginu og var bara eitthvað fyrkt í tölvunni og sjá þetta, hvernig það var að hækka og hitta á þetta, sko. Já. Þá segir konan, viltu ekki koma með mér hérna út í Bilka, svona maturubúð. Ég segi, nei, við getum ekki farið á morgun. Það var alltaf að gerast þarna. Já. Og hún segir, við erum að fara núna. Ég var rosalega fúll, maður, ég slekka á tölvunni og fer með henni út í Bilka og kaup mér matinn og það eru svona 2 tíma. Og ég kem tilbaka og bara hækka 11 milljónir. Já, ok. 2 klukkutíma. Það er svakalegt. Þetta var bara rugl, sko. Já. Þannig að svona var þetta og við fluttum heim og svo í framhaldi af þessu þá langar mig að kaupa mig heitan pott í garðinn og þannig ég fór og fann þarna merki sem að ég að selja í dag sem hét Arctic Spas. Já. Og fékk umboð fyrir Arctic í Danmörku. Já, byrjaði þar. Já, byrjaði að selja potta þar. Var að selja potta í Danmörku þannig í 20 ár, sko. Já. Ég lærði dönskuna bara eiginlega í búðinni. Ég var náttúrulega búinn að læra dönskuna eitthvað frá því ég var áður hérna, 2001-2003. Já. Og þú ert ekki, fyrstu 2 árin þegar þú býrð í Danmörku, þá talar ekki mikið, sko. Þú bara hlustar og lærir og svoleiðis. En þegar þú opnar þín eigin verslun, þá verður að tala, sko. Já, einmitt. Þá byrjar maður að tala dönsku. Og fékk hérna reynda strák með mér Íslending sem eiginlega Dani, hann bjó lengi á Íslandi og kann alveg íslensku og alveg fljúgandi dönsku. Þannig við vorum 2, ég lét hann oft að tala en ég þurfti, það var mikið að gera, þá þurfti ég að tala á svara símónum og svona. Já. Fór í allar afhendingar og allar viðgerðir og allt það. Lærði dönskuna þar. Já, þannig að pottaævintýri byrjar svona fyrir alvöru í Danmörku þá. Já, það byrjar bara í Danmörku. Já. Var ekkit erfitt að fá umboði fyrir Arctic Spa? Nei, það var ekki í Danmörku, Arctic. Nei, ok. Þannig ég fékk það strax og já, svo fór ég svona eftir að ég vann út í Danmörku þegar ég var 2007, þá vann ég Dealer of the Year. Það var besta búðin í Arctic. Já. Við vorum sögulegast á besta búðin fyrir Arctic að ykkur 200 verslunum worldwide, sko. Þá fekk maður svolítið bústa að ég gæti gert þetta. Já. Það er náttúrulega staðið í verslunarrekstri í nokkur mörg ár, sko, þannig ég kunni alveg á verslunarrekstur. Og þá fór ég svona að tékka hvort þetta væri á Íslandi líka. Arctic. Já. Og Bíkó var með umboð. Já, var Bíkó með umboð þá? Já.
Ég flög heim, það kostaði ekkert að fljúga á þessum tíma, það kostaði 15 skall eða eitthvað og fór í Byko, þá voru þeir að selja annað merki með. Já. Þannig ég fór og talaði við náttúrulega mína menn í Arctic og spurði á hvernig það væri og hvort þeir væri að selja mikið og þeir voru ekkert að selja svo mikið. Nei. Og ég var búinn að hlera á því í Byko sölumennar þar, hvað var að seljast og svona og þeir sögðu að hittmerkið væri að seljast Arctic væri ekkert að seljast, það var allt of dýrt og fólk vildi bara ódýrt og þá fór ég í mína menn í Arctic sem ég þekkti mikið, ég var búinn að vera dealer of the year, þannig að ég sagði, þið náttúrulega getið haldið áfram að selja Byko eða ég tek umbúðinu, þið viti alveg hvað það verður ef ég tek umbúðinu. Já. Það er ekki slow motion, sko. Þannig að þá fekk ég umbúðið á Íslandi. Já. Ok, hvað ár var þetta, segirðu? Við opnum verslun 2007. 2007, já. Þá fekk ég eitt félag minn sem er plötusnúður. Hann vildi fara svona þægileg starf, svona eftir hádegi til 6 á daginn, 5-6 á daginn. Og hann rak búðina með mér, og ég bjó í Danmörku. Þannig ég var eiginlega að fljúga, sko, það var miklu meira að gera í búðina heldur en mig datt í hug bara frá fyrsta degi, sko. Já, hérna á Íslandi. Já, ég flaug á milli, alltaf föstum og flaug ég til Íslands. Já. Var komin svona 1-2 í búðina. Og ég er náttúrulega búinn að spila sem plötusnúður svo lengi, þannig ég spilaði Thorvaldsen eða hvað heitir þessi Reggstaður og allt þetta dót þarna þegar var ég í bæ á þessum tíma. Já. Spilaði þar á föstudagskvöldi. Var með heilsu auglýsingu í Fréttablaðinu og Laugardegi, brjálað að gera, seldu fleiri potta, spilaði svo aftur á laugardagskvöldi. Búinn opinn á sunnudögum líka, þannig við höfum opið þá, seldum helling, flaug tilbaka annarkvort klukkan 5 á sunnudegi eða á mánudagsmorgni. Já, ok. Gerði þetta alveg 1 ár. Það hefur verið góð keyrsla. Já, ég meina, þú veist, bara vinna. Já. Og gaman. Rosa gaman. Hvar var þessi búð staðsett? Byrjum að kaupa bara lítið húsnæði Fjarðargötu í Hafnarfirði. Já. Það var eitthvað 100 fermetra húsnæði, sko. Það var bara pínlítið og þægilegt, sko. Já, einmitt. Skiptum því síðan upp í keypti bakari Jóa Fel. Já. Hvar er það? Kleppsveginn. Já, færið eitthvað þangað. Nei, fyrir ekki. Byrjaði að kaupa ég skipti á þessu húsnæði og 900 fermetra kjallar í Faxafinni undir Salatbar Eika. Já. Og það sem Salatbar Eika, ég veit ekki hvað þetta heitir í dag, sko. Salatbarinn eða eitthvað, þetta er allan Faxafinni. Keyrið þarna niður svona ramp. Það var eiginlega tæplega 1000 fermetra svona bara bílakjallari. Já. Skipti á þessu húsnæði sem ég átti í Hafnarfirði upp í það og það var svo mikið mygla í loftinu, það var bílaplan fyrir utan Salatbarinn, fór í gegn og Áki félagi minn sem var að vinna með mér að hann var alltaf með svo mikið kvef, það var svo mikið út af myglu. Já, ok. En við gátum ekki verið þar. Nei. Við vorum bara að hætta þar út af myglu. Þannig að ég skipti á því húsnæði og það sem að Jói Fel var með bakari, Jói Fel byrjaði, það var Kleppsvegi. Já. Þú veist hvað Þróttarvöllurinn var? Nei. Þú veist hvað myglað húsi, leikskólinn sem að þakki hrundið sem borginu var að... Ekki alveg kláraði, sko. Þetta ekki alveg kláraði? Nei. Holtagarar? Já, veit hvað það er. Já, þetta er hinn með göttuna. Já. Það er svona Langholtsskóli er aðeins lengra, sko. Já, einmitt. Þar byrjum við, sko, að selja potta þar í flottu húsnæði, sko. Mókum öll út og það er mjög auðvelt að opna pottabúð. Það er bara sal og mála hann bara á lýsingu og það er náttúrulega eitthvað rafmagn, sko. Einmitt. Auðvelt að setja upp pottabúð. En er þetta ekki svolítið svona plássfrekur rekstur að þetta er náttúrulega stóri pottar sem að taka hellingspláss? Jú, þú þarft alveg 500.000 fermetra. Já. Ef þú ætlar að gera þetta alveg með það. En þannig á þessum tímabúnd er þetta í kringum 2008 þannig að þegar þú kemur svo flytur til Íslands aftur. Já, þannig að ég var búin að vera stofnuð fyrirtæki 2007, vorum í Hafnarfirði ykkur 5-6 mánuði, fluttum í Faxafen, vorum þar ykkur 5-6 mánuði, fluttum svo í Jóa Fel, búin að vera þar í tæplega hálft árið eða 8 mánuði eitthvað. Já. Þá kemur hrunið. Þá kemur hrunið. Já.
Og hvernig hafði það áhrif á reksturinn hjá okkur? Já, það seldist ekki klórbúsi í 2 mánuði. Nei, Ekki eitt filter eða neitt, sko, hringdi ekki síma. Þetta var svakalegt, sko. já. En hvenær fór þetta svo á stað aftur? Já, við vorum alltaf með svona lúxusvöru, þannig að við seldum nokkra potta eftir þetta. Ég þurfti að afhenta á yfirleitt á nóttunni, sko. Já, Fólk vildi ekki láta sjá að vera inn í einhverju svona lúxusverslun og kaupa einhverja potta eða einhver rándýr að heita potta? Það var enginn vildi láta sjá sig. Nei, Það var Íslendinga tækluðu hrunið rosa vel að mínu viti, sko. Þeir hættu að kaupa bíla, flytja allt inn. já, Þetta bara tekið, vorum allir saman bara sem landslið. Nú bara spörum við. Það sem við þyrfti að gera í dag, sem ná þessu niður. já, Það vantar bara eitthvað að gerast eitthvað alvarlegt, sko. einmitt. Þarna kom samtakamátturinn inn í Íslendinga en þú veist það nú bara í rekstri ef einhver tapar á græðir eitthvað. Já, það er alltaf svo Ef einhver græðir eitthvað þá tapar eitthvað. Peningurinn hann hverfur ekkert, sko. Nei, hann Hann færist hreyfist bara. Hann hreyfist bara. Já, það er bara svo leys. Þannig virkar þetta system, sko. Já, en þannig á þessum tíma þá ertu að selja heita potta. Ertu komin aftur með fiskbúð líka? Nei, og ég ætlaði ekki að fara í fiskinn aftur, sko. Ég var búin að Nei. selja fiskbúðina, seldi hann þarna 2006. Ég ætlaði ekki að fara í fiskinn aftur. Það er ekkert sexy vinna, sko. Nei, Kalt og blautt og vakna snemma og vond lykt og það er allt svona sem ekki ímyndað er slæmt. Já, þetta er ekki svona, já, Nei. þetta er ekki spennandi starf, sko. nei, En það er alveg gaman að vinna í fiski, sko. Já. Þegar maður hugsa þessa eiginleika sem maður er búin að vera í, þá er þetta ekkert heilbrigt. nei. Einmitt. Langir dagar og þetta er bara erfið vinna, sko. Mjög erfið vinna. Fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir. Þetta er alltaf að bera eitthvað þungt og Já, þannig að já, það er svoleið, sko. krefindi starf. En ég er náttúrulega að kunna að selja fisk og ég vissi alveg, ég gæti alveg búið til pening, sko. Ég tapaði aðlegun í hrunnu. Já, var svo leys. Já. Þá við töpum bara öllu, sko. Já, var það bara gjaldþrot? Já, þetta var gjaldþrot en það tapaði enginn á mér. Nei, Já, og félagi var ekki sem sagt tekið til gjaldþrotaskipta. Þetta er alveg stórfurðulegt mál, sko. var það bara afskráða? Ég bara veit ekki alveg hvað var kennitalan var tekin af mér, sko, en ég borgaði alla reikninga og þetta var stórfurðulegt mál, sko. Já, Ég var með húsnæðislán á fasteigninni og ég stóð alltaf í skilum með það og það sem ég gerði er að það seldist ekki neitt. Nei. Ég átti stóran lager af vörum, já, það seldist ekki neitt. Nei. Ég þurfti að borga starfsmanni laun og ég þurfti náttúrulega að lifa og ég þurfti að borga á láninu. Já. Ég gat ekki borga á láninu eða Nei. þú veist, það var eitthvað sem þurfti að víkja. já, Þannig að ég fór í bankann og sagði, heyrðu, ég get ekki borgað afborgun á láninu. Það var bara, já, fyrir. Þá fór hann í tölvuna og sagði, þú hefur alltaf verið í skilum. Ég sagði, já, nema núna, ég get ekki borgað. Ég get ekkert gert fyrir þig. Ég segi, þetta er ekki gert neitt fyrir mig. Nei, þú ert alltaf að borga. Og hvað er þá að gera? Þú ert bara að borga lánið, svo ert alltaf að gera. Já. Og við fórum bara svona munnhöggvast með það. Ég átti ekki pening fyrir því. Og það var maður sem er svona rosa góður svona í bókhaldi og svona hvort maður kalla svik eða bara prettum eða hvað var nefnir það. Svona hvernig leikreglunar í þessu. Hann segir við mig ég segi hann við hann, ég hef gefnað fyrir að funda með honum, hef gefnað að borga lánun og segir hann það að ég hef alltaf staðið í skilum og alltaf staðið í skilum öll lán og alltaf, þá segir hann við mig, sko, það virkar ekki svona, Kristján. Og ég segi, hvað meinarðu? Þú ert ekki með neina samningsstöðu. Nei. Ég segi, hvað meinarðu? Sko, ef þú ætlar að fá samningsstöðu, þá þarftu að skulda. Ég skulda þetta. Nei, þú ert að vera í vanskil. Ok, hvað þarf ég þá að gera? Hætt að borga. Já. Þú borgar ekki alla lán. Og ég náttúrulega kunni þetta ekki. Ég hef aldrei kunnað þetta og ef ég segi eitthvað þá vil ég standa við það. Ég er bara alveg það niður. Já. Og þú er bara hætt að borga. Og ég hlusta á hann. Og eftir 3 mánuði þá hringi bankinn í mig.
hvernig standi gangi hjá mér og þá var þessi bankastarfsmaður orðinn voða næs við mig. Já. Bara búinn að skipta gír. Og þá var ég búinn að læra þennan gaur þarna sem hann kenndi mér þetta. Þetta var alveg eins og stafur í bók bara hvernig það var og ég fór aftur á fund með hann með honum og vextirnir voru verðbólga 25%. Þetta var að hækka bara eitthvað gigantískt sko. Já. Og við ræddum saman og hann sagði við mig að ég sagði hvað gengur þetta lengi? Verður maður ekki bara hent út í næsta mánuð? Lessaði verður, þetta tekur 2 ár. Ég sagði, passaði bara að borga rafmagn og hita, þannig að ég takk ekki hitan og rafmagnaðir og síman, ef þú vilt hafa síma, annars borgar ekki neitt. Ég gerði það. Í 2 ár? Gat verið þarna inn í 2 ár, borgaði ekki til lánunum og endaði með því að mér var hent út. Já. Og þá var ég búinn að selja þetta lagerinn. Svo fór húsnæðið á uppboð og var selt á yfir því sem ég skuldaði. Já. Í lánum á húsnæði. Þannig að bankinn tapaði engu, fékk þá einhver pening og það fór inn á einhverja sem að ég skuldaði í banku og það klíraðist alveg út sko. Já. Og ég borga alltaf hita, rafmagn og síma og allt það, þannig ég var alveg í gangi með það. Og ég stofnaði þá bara nýtt félag, EHF félag sem hét Fiskikóngurinn og keypti húsnæði á Sogvegi 2009. Þetta er 2009? Já, í desember 2008 kaupi ég húsnæði þar og opna Fiskikóngurinn 2009. Já, sem þú færst. Janúar. Já, og er það staðurinn sem þú varst með pottabúðuna líka við hliðina? Nei. Það var upp á Höfða? Já, það er upp á Höfða. Já. En ég byrja sko eftir hruni, þá ég bara búinn að tapa aðleigunni, skuldaði þarna afborgan þessu láni, en ég átti alveg fyrir láni, ég átti svo mikið lager, ég gat ekki selt. Nei, skilur. Það var bara bundin. Já, þannig allt sem ég seldi, það náttúrulega tók ég bara inn. Já. Og gat þá sett í Fiskikónginn, peninginn, svo kom mér að stað þar. Já, til að losa féð. Já, losa féð þar og let hitt bara fokkast upp, eins og maður segir á íslensku. Já. Og það fór bara síðan sína leið. Félagið fór bara, var gjaldþrota en ekki gjaldþrota. Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta. Já. Og þegar ég kaupi Sogaveginn, þá var eitthvað félag sem átti ykkur 10 veitingastæði eitthvað. Það var veðbönd á því, svona krossveð. Já. Og þá var fermetrinn þetta var 100 fermetrar, það kostaði 36 milljónir og ég átti ekki krónu. Og ég gerir tilboð í húsnæði og fasteignasali, já, þú getur alveg keypt þetta húsnæði. Ég vissi ekki hvernig þetta borga, en ég setti bara upp einhverja greiðslu, bara einhverja 16-18 mánuði fram í tíma sem að ég myndi reyna að mixa þetta einhvernig. Já. En þegar þeir samþykktu tilboðið, það fór gegnum bankann, en bankinn samþykkti ekki að aflétta krossveðunum. Já. Ég bara, þá fór svo över, ég gæti ekki opnað fiskbúð. Þá datt mér í hug hvort að ég geti ekki samið bara það að leigja húsnæði. Og leigja húsnæði í 2 ár eitthvað, þangað til að það búið að aflétta, en leigutekinn myndi ganga upp í kaupverði. Já. Ég leigði okkur 200 eða 300 úst, ég man ekki alveg. Þannig að þá keypti ég mér tíma að borga þess að reyna að kaupa húsnæði. Og ég var búinn að opna fiskbúð áður og það var ekkert að gera, iðnaðarmenn höfðu ekkert að gera. Þannig að ég gat samið við mína menn sem að treystu mér, að ég hef alltaf borgað alla mína reikninga. Já. Fyrir utan þetta lán hann í Landsbankanum. Og þeir settu á gólf og veggi og pípurkallarnir settu þetta allt fyrir mig og það var eitthvað smá möndl með skipt og fiski og einhver potti eða einhverju maður og bara reyna, þeir vildi að fá eitthvað að vinna og ég vildi að fá að láta gera þetta, þannig að þetta var einhvern veginn möndlað þannig að allir fóru sáttir og þeir treystu mér og ég borgaði þetta á okkur 2 árum. Já. Það eru tími. Já, ég get trúa því. Það er skemmtilegur. Já. Þar vann maður bara myrkarn á milli að reyna að koma sér aftur á fætur. Já, og hvernig var reksturinn þar á Sogaveginum? Mistökin sem ég gerði þar að vera ekki með, ég var með allt og lítið af fólki í vinnu sko.
það var röð út á götu bara alveg fyrstu 3 árin, sko. Já, fólk þurfti að bíða kannski of lengi. Já, það er ekki gott þegar þú ert með að starta rekstur, en ég náttúrulega fyrsta lagi átti ég ekki penings að borga launin Já, og öðru lagi vissi ég ekki hvað ég mikið að gera. nei, Þannig að maður renndi bara blint í sjóinn, en svona ef ég hugsa svona tilbaka þá var það eiginlega svona mistök hjá mér að ráða ekki allan að 2 í viðbót til þess að hjálpa okkur. já. Gerðirðu það svo þegar þú áttir efnaði? Já, svo náttúrulega bara kemur peningur inn og maður byrjar að meira og meira, en húsnæði var náttúrulega ekki nema 100 fermetra, þannig að það var ekki mikið pláss fyrir marga að vinna. Nei, En einmitt. við vorum að vinna 7 þarna í þessum 100 fermetrum, eða mest bara þarna á 3. ári. Já, Þá byggði við og svo bættu við, þannig að við erum 20 að vinna þar í dag, sko. Og svo já. í fiskbúðinni. Og svo, þú varst líka með eina staðsynningu upp á Höfða, er það ekki? Já, svo ég kaupi þarna Sogaveginn, byrja rekstur þar 2009. 2 ár eftir að ég er búinn að vera þar að þá var ekki hægt að aflétta þessum veiðum ennþá, þannig að við sömdum með það að ég myndi þá bara taka 1 ár í viðbót sem eru 3,5 ár Já, og leigutekjurnar gengu allt upp í kaupverði. já, Þannig að þetta var alveg fínn díll sem ég gerði með það, sko. Og ég var farin að selja aftur í svona mötuneyti og svoleiðis og ég var að selja þarna einum sem var með fiskbúðina á Höfðabakka. Hann borgaði mér ekki pening, sko, nei, fyrir fiskinn og skuldaði mér margar milljónir. já, Og hann kunni ekki að reka fiskbúð, hann spurði hvort ég vildi ekki taka þetta tilbaka. Og ég segi, ég hef ekkert að gera við 2 fiskbúðir, ég er búinn að prófa að reka 2 fiskbúðir, ég nenni ekki að gera það aftur, sko. Það var einmitt þessi búð líka, sko, sem ég átti. já, Og en það verður úr því að ég segi, ok, ég skal kaupa þetta af þér, en ég kaupi þetta ekki af þér nema ég geti keypt húsnæði. já, fasteigna með. Já, fasteigna með, af því að ég vildi ekki kaupa eitthvað rekstur og svo er maður með eitthvað leigusamning í 5 ár og hent út og þá er þetta bara fara út úr gluggann, sko. Já, Þannig ég var búinn að hugsa, ég myndi bara kaupa reksturinn, borga honum bara, skuldaði mér náttúrulega fullt af pening, þannig að ég myndi borga honum bara einhvern smá pening í viðbót og kaupa húsnæði. Skúli Söbbi átti húsnæði. Já. Ég fyrir að sem við Skúla, kaupi húsnæði á Skúla, fékk það bara á fínu verði og ég gæti ekki eitthvað lán á það, fyrst að verið og ég hugsaði bara með mér, ég myndi selja þessa verslun strax aftur. Þetta er 2012. já, Svo náttúrulega byrjaði ég að reka þetta og það var strákur sem fylgdi þarna eiginlega bara með í kaupunum. Hann var svo rosalega góður og bara áralegur drengur. Þannig ég réði einn með honum. Ég rak þessa búð alveg til 2022, 10 ára viðbót. Ég ætlaði bara að eiga hana í nokkra mánuði. já, selja hann svo. Selja hana bara og leigja húsnæði, sko. Það var svona það sem var planið, sko. Já. En ég ílengdist þarna í 10 ára viðbót. Já, en á þessum tímabundi þannig að þú varst með sem sagt pottana hana við hliðina og var það ekki þetta húsnæði hann upp á Höfða? Já, og 2012 þá náttúrulega átti ég ennþá lager frá því 2007 og 2008. Já, áttir ennþá alla pottana? Nei, ég átti ekki alla, ég átti ykkur 120 potta þegar hrunið kemur. Já. Og ég var búinn að selja, ég átti kannski svona 30 eftir. Já. Þannig ég ræð strák í fiskbúðinni upp á Höfðabakka. Það var svona lítið svona bílskúrsvörður við hliðina. Já. Ég var búinn að vera að geyma pottana sko í gám út á Granda hjá mömmu og með fyrirtæki þar. Þannig ef ykkur vildi fara að skoða pott, þá var hann alltaf að keyra út á Granda maður og sína eitthvað pott inn í gám, opna þetta með liftara, þetta var mega vesen, sko. Já. En ok, maður gæti alltaf selt eitthvað að mjalla út af því að ég átti lagerinn og þetta var bara peningur. Þannig að maður gerði það. Þannig að sko, þegar ég réði þarna eitt strák upp á Höfðabakka og það var bara svona pílindi bílskur, hann byrjaði að selja potta bara inn í þessum litla bílskur, þessar restar sem ég átti eftir. Já. Og það gekk svo vel að selja, ég var fann að panti fleiri gáma. Byrjaði að panta fleiri potta? Sko. Já. Já. Og í framhaldi af því að þá byrjaði ég að kaupa þarna meira húsnæði við hliðin á pottabúðum. Já. Það var einhver vídeólegar og svo var einhver netavexta eitthvað og hárgrísist og eitthvað. Það endaði með því að 2016 þá átti ég alla neðri hæðina. Þannig að strákarnir sem voru að vinna í fiskbúðinni, fyrst voru eitt sem fylgdi með, ég réði einni viðbót og svo réði þriðja manni. Það voru 3 að vinna upp á Höfðabakka, voru að afgreiða fisk, númer 1, 2 og 3
Við vorum reyðin til vinnu að selja fisk. Já. En svo til þess að þeir myndu selja potta líka og borga þeim alltaf prósentu fyrir að selja potta. Já, Þannig fengu þeir myndu prósent af nenna því. því, sko. Já, einmitt. Þannig að þeir nefndu því. Svo var bara svo mikið að gera í að selja potta að það var eiginlega einn sem var bara orðinn fastur í því og stundum 2. Já. Og, já, og þetta bara byrjaði að springa út og þá var auglýst í sölu þarna hæðin fyrir ofan hann að Dominos. Dominos, stærsti Dominos-staðurinn á Íslandi var hann fyrir ofan. Já, í þessu Á sama Höfðabakka húsnæði. 1, já. Já. Er þetta ekki á horninu hinum með við Nings? Jú. Já. Og ég átti svona smá harma að hefna upp í Dominos. Ég kaupi húsnæði sem að Dominos var auglýst í sölu. Já. Ég langaði að hefna mér þess að Dominos þegar það gert svolítið á minn hlut fyrir nokkrum ára síðan og kaupi húsnæði, segi síðan Dominos upp leigunni. Konan segi, hvað ætlar að gera við þetta húsnæði? Ég hef ekki hugmynd um það. Nei. Ég vildi bara hefna mér þessu. Þetta var alvöru revenge, sko. Þannig að það endaði með því að þeir fluttu út og ég opnaði pottabúð Efrihæðin líka. Já. Hvað ertu komið marga fermetra hana? Þá er ég komið með sko eitthvað 500-600 með fiskbúðin, sko. Já. Og ég var búinn að sækja hjá borgina að setja, sko, þetta er bygging upp á 4-5 hæðir. Það er stigagangur í blokkinni sem gengur en ekki niður á neðstöðuna. Það var gert alveg ráð fyrir lyftu í blokkinni. Já. Ég er búinn að tala við borgin að fá að saga bara gat upp, setja hringstiga eða steypa. En ég kæmist frá pottabúðinni, bara gegnum stiga og komin upp í hérna ristor sýningasal. Já. Dominos-salinn. Það eiga við borgin er náttúrulega bara ekkert grín, sko. Nei. Þetta var bara mega vesen. Ég sagði að þetta myndi aldrei ganga upp. Þannig að ég þurfti alltaf að labba út með alls konar fólk, gamalt og það hefði líka hálka. Þannig að maður var alltaf að salta að setja sand og það var rosa vinna. Já. Og ég sagði, ég nenni ekki að standa í þessu, sko. Það er alltaf að labba með eitthvað út fólki hérna og geti ekki farið upp bara með einu stiga. Ég fór að leita að nýju húsnæði. Þá kom COVID. Já. Og þá fóru svona fyrirtæki sem þú ert með svona jeppa og svona lúxusferði, það bara datt út. Já. Og ég datt inn á húsnæði þarna á Fosshólsi, það sem voru bara einhverjir 20-30 svona jeppakalla sem áttu það. Já. Þeir gátu ekki borga af og það var engin þjónusta og það var allt í volli, hundleiðilegt. En ég átti náttúrulega tækifæri. Þegar COVID kemur þá var brjálað að gera í pottum. Já, vildi allir verið í potta. Það vildi allir kaupa einhverja potta og mér vantaði starra húsnæði, það var brjálað að gera. Já. Og ég var að reyna að semja og ég var svo glaður að reyna að semja, það var svo mikið að gera hjá mér og þeir voru svo niðurlútir að það var COVID. Einmitt. Þú varst í góðri stöðu. Ég var í góðri stöðu, samningsstöðu, þannig ég gæti keypta þeim á fínu verði. Já, var það ekki Superjeep sem keyptir af Endabili? Superjeep, jú, það voru einhver fleiri gaurar þarna. Já, þú keyptir svo allt, var það ekki alla hæðina svo? Jú, keypti alla hæðina. Af Antoni og fleirum? Já. Svo voru einhver 8 svona jeppakallar saman í einhverjum 2 bílum, kallaði samfélagi. Já. Þannig að þeir voru bara, allir sem áttu jeppa voru bara. Einmitt. Já, þannig ég keypti það allt saman og eins og ég sé, það er auðvelt að opna pottabúð, það er bara brjóta allt niður og mála og setja lýsingu og rafmagn. Já, já. Ég gerði það bara. Er ekki mikil kostnaður við að innrétta þetta? Jú, þetta kostar allt mér finnst ekkert mál, sko. Það skiptum alla fronta, taka alla bílskoðurna og setja gler og alltaf rosalega mikið rafmagnsvinna. Hún er nokkið ókeypis. Hvenær þú segir þannig COVID, hvað er 2020, 2021? Já, ég held, hvað er ekki, 25 núna, ég held ég sé núna í apríl eigum 4 ára afmæli þarna upp frá, sko. Já. Þetta er hvað er húsnæðið þarna stórt? Það eru 1000 fermetrar, já, eitthvað leys. Já. 1100. Einmitt. Það eru lítið, sko. Já, ég hef séð mitt, þetta virðist vera að sprengja af sér hana. Já, það var svona, sko, þegar ég var að reyna að skoða húsnæði, þá var ég að spá í 2 húsnæðum. Ég elska fasteign, sko. Já. Bara, sálin minn er bara í fasteign, sko. Ég ætla að kaupa gluggasmiði. Já. Á horninu þarna Viðarhöfða 1. Já. 2700 fermetrar. Mér fannst svolítið mikið stökk að fara þarna 500-600 fermetrum á Höfðabakka í 2700.
Já, í COVID. einmitt. Það sem allt var bara, allir lokaðir Óvissuástand. inni, mikil óvissa, en fermetraverðið var 100 fermetri, Já. bara djók. Og gott verð. Já, þið geta okkur 360 milljónir þá, ég átti ekki fyrir því, Nei. þess að ég tekið það, sko. Já. Geggja auglýsingagildi, en húsnæði ekki sérstakt, sko. Svo var ég að spá í Odda húsnæði. Já, sem prentsmiðan er. Já. Já. Þá varstu komin í 9.000 fermetra. Já. Þá varstu komin í einhverja tölu sem voru milljarðar, sko. Já. Já, mér langaði að taka það, sko, en þakið var ónýtt. Og það var stór biti fyrir mig. Já. Þannig að ég endaði þarna á Fosshálsi, kaupa það. Já, búin að vera það núna í 4 ár. Já. Já. Og ertu eiginlega búin að sprengja það húsnæði? Já, það er alveg sprungið, sko, en þetta er bara svo skrítið, þú veist, í viðskiptum hvar maður á að stoppa, sko. Já. Það er svo auðvelt að stækka og það er náttúrulega þægilegt að stækka. Já. Skattalega séð, bara alltaf að stækka á bóluna, en það er svona að fara að koma seinni hálfleik hjá mér í þessu. Já. Ég langar aðeins að njóta þess að vera til, sko. Fara að hægja að þér? Já. Já. Planið var eiginlega, sko, ég hætti að reka fiskikónginn fyrir svona 2 árum. Ég lenti í kulnun bara. Ég vann yfir mig bara. Ég bara ógeð bara. Ég gæti ekki hugsað mig. Ég setti bara allt á sölu. Já. Bottabúðin á fiskikónginn og allt bara fyrstu gjöfum, fyrstu fær. Ég var búin að bjóða fiskikónginn til sölu bara einhverja 50 milljónir. Ég vildi bara losna við hann, sko. Það er bara ekki, þú veist, þú fari ekki flökunarvél fyrir það, sko. Nei. Það er flökunarvél allt hann inni. Það vildi enginn kaupa. Hvað segir þetta, 2 ár síðan? Já, 2 ár síðan. Já. Ok, og hvernig vinnur þið úr þessu? Já, það er náttúrulega bara hittir sálfræðing. Já. Það er númer 1, 2, 3. Og hann segir hvað að gera. Ég hef ekki hugmynd um það. Nei. Og það er náttúrulega bara að mæta í ræktina og minnka vinnuna, láta áfengi eiga sig. Já. Og já, bara slaka á og bara vera mikið úti, tala. Það veist nú ekkert fyrir mér að tala, sko. Þannig að segja frá áföllum og þú veist bara það sem hvað er að plaga þig og helst að skipta um vinnu, en það er erfitt að skipta um vinnu þegar þú ert með þitt eigið fyrirtæki allt undir í, sko. Já. Mitt. Þannig að elsti sonur minn hann er búin að vinna hjá mig lengi, sko. Það er ekki allir tilbúin að reka fyrirtæki. Nei, það er heldur ekkert fyrir alla. Nei, það er ekkert fyrir alla. Og hann vill ekki reka það, sko, sjá fjármálun, launin og allt þetta sem að fylgir því að reka fyrirtæki, en hann er tilbúin til þess að koma og reka bara daglega rekstur, kaupin fiskinn, selja fisk. Já. Og halda auðvitað starfsmannamál og þannig að hann tók við reksturinn fyrir 2 árum síðan. Þannig að það var 20 í stöðunni. Það var að loka og bara hætta bara með fiskinn og leigja voru húsnæði. Já. Eða þá myndi eitthvað taka við og hann vildi taka við strákur. Já. Ég fór í það verkefni að fara bara upp í pottabúð, ætlaði bara að dúlla með þar. Já. Þannig að þegar ég fer upp í pottabúð þá er svolítið þungu fargjammi létt, af því fyrsta lagi þá ætlaði ég ekki að fara aftur í fiskinn. Já. Ég var hættur 2006, byrjaði 2009 og fór að reka fiskikónginn þá í 12 ári viðbót af því sem ég ætlaði ekki að gera. Þannig, ég var eiginlega svona þrönga svo óna mig sem að vinna við það sem ég vildi ekki gera. Já. Það er svolítið ástæði fyrir svona kulnun hjá mér. Ég er búin að fá nóg bara að vinna í fiski, lyktin og það sem ég nefndi svona upphæðin. Kuldin og alltaf stemma langi vinni, þetta er erfitt. Ég er búin að fá nóg af því. 35 ár í því starfi er alveg bara komið gott, sko. Já. Þannig að já, ég ætla bara að fara að slappa af þarna upp í pottabúð. Ég veit ekki hvað það er, það bara var alltaf bara meira og meira að gera. Já. Svo strákurinn minn einn, ég á náttúrulega 6 börn, sko, allt strákar. Þeir eru náttúrulega, elsti er reka fiskikónginn og næst elsti er hann læknir, var að klára læknin. Og þriðji elsti er að læra verkfræðing. Já. Og fjórði, númer 4 röðinni, hann var í háskólanum og var búinn að vera stúdent og fór í háskólann í viðskiptafræði. Hann ákveður þeir eru allir búin að vinna hjá mig, sko, í fiskinum með pottunum að hjálpa mér, sko. Ekki í fullu starfi. Nei. Það var svona krakka að gera í fjölskyldufyrirtæki.
Þannig að hann búinn að vera hjá mér og ákvað að hætta í háskólanum. Spyr hvort hann megi bara koma tíminn í fullt starf. Já. Og ég sagði, já, auðvitað. Mamma, náttúrulega kona mín, alveg brjáluð, nei, þú hættir ekki í skóla, þú menntaði þig. Og ég þekki það alveg að maður þarf ekkert að mennta sig, þú þarft þess ekki. Nei. Til að hafa eitthvað grunn. Maður getur líka að fara í kvöldskóla, sagði. Já. Ef þú veist ekki hvað þú vilt gera, þá er betra að hætta heldur að hanga í skóla og gera eitthvað sem finnst leiðilegt. Það er svona mitt. Þannig við ræddum þetta, hann byrjar að vinna hjá mér. Og hann tekur þetta bara svona á föstu tökum og til dæmis með vefsíðu gerð og svona sem að ég er bara algjör idiot í sko og markaðssetning á netinu. Ég hef enga trú á þessu neti sko, ég er ennþá þar. Þannig að hann tekur yfir neti og ég var með heimasíðu. Ég hef búin að setja hann upp og hún er búin að vera eins í 7 ár. Það var enga breytingar. Og fólk sem fer inn á heimasíðu sem er búin að vera eins í 7 ár, það hættir að fara inn á heimasíðuna. Já, það hættir á endanum. Já, það hættir bara. Já. Þannig að hann er búin að tók það yfir og við áttum okkar núna, þetta ár núna er besta ár í sögu Heitra potta. Það er besta árið. Við dobluðum reksturinn frá árinu undan sko. Já, hvað erum við að tala um í heildarveltu þá? Við vorum bara alveg rétt milljarði. Já. En hvað er það margir Heitri pottar og sánur þá? Ég er ekki klár að því sko. Tugir eða 100 eða? Nei, þetta sé ekki einhvers stað 300-400 sánur. Já. Svipaða pottum. Já. Sirka svona, ég er ekki alveg, ég til þetta ekki sko. Nei, en þið bættu við sem sánunum, það er ekkert langt síðan þið byrjuðu að selja það líka? Nei, þannig að hann kemur inn sko og ég er náttúrulega í stóru húsnæði. Ég kaupi hérna Anton út, jeppakallið síðasta. Já. Og var ég með sko, þetta 1000 fermetra, ég var með 600 fermetra af þessu, sem er alveg stór verslun. Já. Fullt pláss fyrir utan og gekk alveg súpervel og að selja mikið. En þú ert að selja og ég segi það ef það átt ekki til og getur ekki sýnt og getur ekki selta. Nei. Og það er ekki sala fyrir money in bank, skilur. Já. Og það er þetta er eiginlega þannig sko, ég er búin að vera lengi að selja fisk. Það er rosalega mikið af fólki sem kemur inn í fiskbúðina. Horfir yfir borðið, tekur sér svolítið góðan tíma. Átti ekki karfa. Það sé, jú, já, bakvið. Já, hvað viltu mikið? Já, nei, hörðu, láttu mig bara fá. Það er ofta að spyrja um eitthvað sem er ekki til. Já. En sko, hugmyndir hjá mér með pottabúðina, ég ætlaði að kaupa þarna 400 fermetrar viðbót. Fyrst og fremst var hann eiginlega bara svo losna þess að jeppa af planinu. Þetta tekur náttúrulega rosalega mikið útsýni. Fólk er að gera fram og sér ekki búðina. Og þetta er stóri bílar og það henta ekki alveg saman við það sem ég er að gera. Einmitt. Mér langaði að vera með meira úrval. Þannig að einhver kæmi inn, áttu ekki græna pott. Jú. Hann er hérna inni bakvið. Já. Þannig að þú veist, ég ætti allt sem fólk var að biðja um. Ég er að selja vörur og þjónustu. Já. Og þú átt að geta komið inn og beðið hvað sem er, ef ég á ekki til, þá get ég redda því. Þannig við stækkum úr 600 fermetrum í 1000. Já. Og ég fyllti salinn, tróðfyllt hann á pottum. Það var ekki meiri sala. Nei. Salan var svo sama, ef maður meiri úrval, það var verra að selja. Okay. Sko, það var of mikið úrval. Já. Að fólk kom inn og bara, wow, og löpum margir út af því ég gáti ekki valið pott. Já. Þannig að á þessum tímapunkti var ég með of stórt húsnæði eða of mikið úrval. Já. Þannig að þú veist, maður læri bara í rekstri hvað henta er og hann segir við mig, hann Ari, svona minn, pabbi, við förum í sánu. Í sánu? Ég er ekki fyrir að selja sánukljá. Því mér persónulega fannst vont að fara í sánu. Bara ómikill hiti. Já. Eins og ég fyrir til Spánar í 30 stegi hita, þá breytist ég bara í íspjöld, sko. Ég fer bara inn í herbyggi, ég fer bara að sofa. Ég get ekki verið yfir 30 gráðu hita, sko. Ég bara þoli ekki mikið hita. Þetta er bara óþægilegt. Og ekki held mikið kulda. Bara svona ekstra á milli. Já. Og ég segi, ég er ekki að fara í sánu. Jú, við erum að fara í sánu, segir hann. Það enda með því að við ákveðum að skoða þetta. Við förum til Íslands og við förum að skoða á netinu og ég var í einhverju samböndum og
búinn að selja heita potta mikið, þetta tengir svolítið. Förum til Kína og það er ákveðið að fara í sánu og ég segi bara, ok, ef við erum að fara í sánu, þá erum við að fara all in í þetta. Já. Af því ég er ekki að fara að panta hérna einhverja 8 klefa eða eitthvað, sko. Þannig að fyrsta pöntun í okkur er 200 sánuklefar. 200 stykki. Já. Og við förum til Íslands og förum hann í nokkra verksmiðjur og veljum síðan verksmiðju sem við viljum versla við og pöntum hann 3 daga ferð. Já. Förum inn í verksmiðju og hann er eitthvað að flýta sig gæinn og segir, heyrðu, ekki bara síðan bara talast við bara á morgun á Skype eða eitthvað, hvað þetta heitir hann, eitthvað forrit. Og ég segi, nei, ég er ekki komin hingað til þess að versla, sko. Já. Ég er ekki komin hingað til þess að fara heim og tala við í gegnum netið, sko. Nei. Ég er að koma til þess að versla og annarkvort gönguðu frá þessu núna eða ekki. Hann var svolítið svona, hvað mennur þið? Annarkvort setjum við saman sánuklefar, það hefur ekki tíma fyrir mig, þá bara verður það bara þannig. Já. Og hann var svolítið fúll og við pöntum hann 5 gáma fyrsta pöntun. Og hann prentur út reikningin, konan á skrifstofunni var hérna og ég borgaði þessa fyrstu 5 gáma bara strax. Ok. Þannig að þú veist, bara alvöru business, sagði ég. Já. Og þess að ég var bara aldrei lent í þessu áður, nei, þetta er heldur ekki dæðilegt. Nei. En það sem þú varst að gera á móti, að þú þarft að aðstofa mig. Já. Ég kann ekkert á sánur. Og mér finnst vont að fara í sánu. Þú ert að kenna mér að fara í sánu, þú ert að segja mér allt sánu sem að þú getur hugsanlega, þú veist að ég þarf að vita. Ég kann ekkert á sánur og þetta er sonur minn hérna og við kunnum ekkert sánur. Nei. Við förum bara í skóla og hann kemur síðan til Íslands og kennir okkur á sánur og undirbýr okkur undir þetta. Já. Þannig við byrjum hann á fullu bara í sánu, klefanum, fáum þess að gáma til landsins, fáum 8 smiði þess að setja saman sánu, þetta eru tunnur. Já. Þannig við setjum bara saman tunnur bara í einhverja 4 vikur og það bara tróðfyllist bílaplanið af tunnum og sána alls konar dóti og inni líka þá auglýsið. Já. Og það er fólk búin að koma náttúrulega sko að mér og það er búin að reyna að selja sánur í mörg ár á Íslandi, það var alltaf tekist einhverju viti. Það er til sánu í bík og 1 tunna, 2 tunnur eitthvað, þetta hefur aldrei selt í eitthvað svona magni, sko. Þannig að ég vildi bara fara all in í þetta og selja sánur, af því að ég var ekki að fara að sýna sánur, ég var annarkvort að fara í business og fullu eða sleppa þið. Já. Ég er svolítið svona all in gæi, sko. Já. Þannig að við pöntum bara aukahlut og alla sánu, allt sem hægt er að hugsa sér í kringu sánu, bara byrjum bara fullu blasti, sko. Og þetta er ennþá bara á fullu blasti núna, sko. Já. Og þegar þú stendur á gólfinu og ert að tala við Íslendinga, þá eru margir sem vilja kringló. Það eru rosa margir sem vilja ferkant. Já. Við áttum það ekki til. Nei. Þannig að við, ég talaði við eitt félag minn sem var búinn að minnast á mig að hann smíðaði sumbústaðinn. Hann var búinn að ógeða að ferðast. Faransmiðir sem ferðast á milli landar, Noregs og Rússlands og Frakklands og eitthvað. Hann átti bara heim í flugvél og var að vinna í 2 vikur og fór heim í 2 vikur. Já. Og við urðum svona góðir vinir og ég keypti bústað í Estónia með uppsetningu. Ég kann ekki að smíða. Já. Þannig að hann flög til Íslands og setti upp bústaði. Og það tók eitthvað nokkra mánuði að klára hann, sko. Þannig að við erum rosa góðir vinir. Hann kom alveg marga ferðir til okkar. Gisti heima hjá okkur og hann sagði við mig að þegar hann er orðinn eldri hafa alltaf hægt að ferðast og það sem hann myndi vilja gera var að vera bara með lítið svona litla verksmiðju, heima 2-3 kalli vinnu og smíða sánuklefa. Já. Ég hló á hann bara sánu. Því þarna finna þarna reistarnir og ekkert gott að vera í sánu. Nei. Ég hringdi í hann og við heimsóttum hann þarna í þessari ferð. Já. Fáum hann svona til liðs við okkur hvort hann er til í að aðstokkuð að smíða ferkanta sánuklefa. Já. Ok. Það er hann sem sér að smíða þetta í dag þá, eða? Já, og hann sér alveg það, sko. Já. Svo er ég bara heima og ég er náttúrulega í gólfinu bara að selja. Já. Ég tala bara því, ok, ert með sánu, ok, hvert með stórt pláss? Ég er með hérna 2 eitthvað, ok, þá byrja ég bara að teikna og ég kann ekkert að teikna, skilur. Ég get alveg rissað upp. Já. Og ég veit alveg, ég spyr bara fólki hvernig það vil hafa þetta, svo sendi ég þetta bara svona arkitekt, sko. Já. Þetta er bara sér smíða.
Já, hvort að þetta sé möguleiki, Já. hvernig loftinu á að vera og hvað hittar á að þarf og svoleiðis. En það nú alveg samt að byrja á 200 klefum, sko. Já. Einhver hefði fundist nóg bara að byrja á 10, sko. Já, eða einu gámi eða eitthvað svoleiðis. Já. Og En hvað þú veist, 200 klefar, þetta hljóta að vera einhverju 20 milljóna í pöntun? Já. Það er 35 í gám, sko. Já. Cirka, þetta er stærð, sko. Hugsaður ekkert eftir að þetta geti kannski verið mikið? Þú varst komið með þetta allt á planið að búið að setja þetta saman í nokkra vikur? Nei. Ég alltaf búin að selja potta í 20 ár. Já. Það er búið að spurja mig oft sána, sánur eða ég veit ekki hvernig að segja þetta. Þannig að Þannig að þú varst alveg vissum að væri markaði fyrir þetta? Já, það er alveg að vissu það allir, sko. Það er bara spurning hvenær þetta myndi fara af stað, sko. Já. Svo náttúrulega hefur vært í svona rekstri eins og ég er alveg orðinn sjóar í rekstri, sko. Maður þarf að Íslendingurinn vill fá þetta tilbúið strax. Það þýr ekkert að segja það þýr ekkert að bíða. Fá þennan klefa, hvenær, þú veist, kemur hann. Já. Þú er kannski með sýningareintak og ég vil bara fá þennan, segja fólki. Og ég alveg farið sjálfur inn í bílumboð, ég vil fá þennan bíl, sko. Það var sagt 3 mánuði, nei, ég vil fá þennan bíl. Nei, ég get ekki selt þetta í sýningareintakinu. Þá var ég bara fúll og ég fór í annað bílumboð. Já, þú vilt ekki bíða neitt, sko. Nei, þannig er bara mental, þú veist, í okkur að við viljum fá hlutina strax. Já. En þú ert að selja, þá er enginn að flýta sér. Ég er nógan tími, ég er ekkert að flýta mér, sko. En þegar þú ert búin að taka ákvörðun, þá viltu að fá þetta strax. Hvað heldur að þú fáir þessar svona rekstra hæfileika sem að þú ert með? Þú er náttúrulega búin að gera, þú veist, fiskbúðuna og ná miklum árangri þar og svo náttúrulega með heiti pottar og sána. Þetta er náttúrulega allt kannski svona svipað, þú veist, þetta er meira svona hvernig þú gerir það. En hvaðan heldur að það komi? Ég get ekki svaraði, sko. Bara eitthvað áunnið í gegnum árin? Nei, ég hef aldrei reiknað þetta út, sko, hvort þetta borgar sig eða eitthvað, sko, ég veit ekki. Nei, þú ert ekkert í Excel-skjálunni? Nei, ég er ekki það, ég er ekki góður Excel, sko. Nei, maður finnir náttúrulega mun á það, ég náttúrulega keypti af ykkur pott og kaldan pott og finnur maður alveg gífurlega mun á þjónustustíðinu og náttúrulega hefur þurft að versla líka töluvert meira þegar maður það náttúrulega að kaupa salt og svona í pottin, bara hvað er rosalega hátt þjónustustíð hjá ykkur. Já, ég náttúrulega, sko, Arctic Spas er kanadískt fyrirtæki. Já. Og það er náttúrulega sama með heitu pottana þegar ég byrja að selja heita potta, þá kunni ég ekki stingunum í samband, sko. Nei. Þannig að mér langaði bara í heita potti í garðin hjá mér. Já. Og tek bara ákvörðun það að það verður bara, ég fekk umboðið þannig, ég ætlaði bara að kaupa 1 pott fyrir mig í garðin, en ef ég ætlaði að fá umboðið fyrir Danmörku, þá þurfti ég að kaupa 3. Já. Og þá fekk ég góðan afslátt og ég hugsaði með mér, ég get alveg selt þess að 2 potta, ég hef ekkert annað að gera. Ég hef alltaf árið að selja þess að potta. Já. Þannig að þegar ég byrjaði svona að hugsa þetta og var búin að fara í pottana þarna, finna gæðin og sjá þetta og þá fekk ég bara góð tilfinningu fyrir því og ákveði að opna verslunina. Og í framhaldi af því þá fer ég til Kanada til Arctic Spas. Já. Og þeir kenna mér að selja. Og þeir eru að kenna okkur að selja og eru Amerikanar. Já. Að þeir eru með hátt þjónustustig og þeir kenna mér þetta frá aðtölu að því ég sagði, ég er bara hérna í viku, þið þurfa að kenna mér, sko, að setja þetta í samband og hvernig á að selja. Já. Þannig að ég læri náttúrulega að selja og þjónusta eins og Amerikanar. Eins og follow-up kerfi sem að CRM kerfi, ég þekki það. Já. Íslendingar notið því. Nei. Fasteignasalar, notið því. Nei. Mekkið að fylgjast með þessu. Þetta er glötuð þjónusta á Íslandi. Já. Mér finnst það, ég labba í mörg fyrirtæki að versla eitthvað, það er ekkert follow-up, það er ekkert hringt í, það er ekkert tjekka á einu en einu. Nei. Og Íslendingar mega alveg og þeir sem er hlusta á það þátt með alveg taka þetta til sín eins og ef ég væri fasteignasali, ég væri stærsti fasteignasali á landinu. Já. Bara með að nota CRM-kerfi, ekki að því ég er svo góður að selja. Nei. Þú ert bara með ákveðið kerfi sem þú ferð eftir, bara ákveðið forrit, bara ákveðið prógram sem þú ferð eftir. Þú skráir nafn, þú veist ekki kendur nafn, e-mail, síma. Já. Og þú ert í vinnu sem að reyna að selja. Já, þú fylgir eftir lítinu. Það er klart. Ef þú getur ekki fylgt eftir lítun, þá selur ekki neitt.
Nei. Ég meina, ég sel 85% af því sem ég sel er gegnum follow-up kerfi, gegnum síman í eftir á. Já. Ef ég get ekki lokað í búðinni, þá reyni ég að loka í daginn eftir, viku eftir, mánuð eftir, eða 6 mánuðum eftir, eða 3 mánuð eftir, 6 mánuð eftir 1 ár. Já. Þannig ég geti vel ég er búin að hafa samband í sama aðilann kannski alveg upp í 15-20 sinnum. Já. Ég er búin að vera með einn kúnna núna sem að keypti af mig núna, ekki langt síðan, í 17 ár. Já. Í follow-upi. Þú veist að vera klikkar þess að geta gert follow-up í 17 ár. Já. En það er kannski munurinn En hann er orðinn vinur minn í dag. Já. Nú treystir hann mér. Einmitt. En það er kannski munurinn á góðum sölumanni og þeim sem að ná ekki árangri. Við einmitt nýtum okkur sama í að selja ferðir til Íslands að follow-up alltaf við viðskiptana þegar hann alltaf búin að sína áhuga. Já, kúnnin kemur til þín. Það þarf að þjónusta kúnna. Menn þurfa að læra að þjónusta kúnna. Já. Og þú lærir það alltaf líka í fiskinum, sko. Þú ert að selja í mötuneyti. Þá hringi maður út í mötuneytin bara á 50 og 1. Lessar, hvað séu, hvernig var hérna laxinn í lemon koriander hérna á mándagi? Já. Hvað ætla að spá ég að fá í næstu viku? Hvernig lítur matseðil út hjá þér? Hvað ertu með á þriðjudaginn? Já, ég er með lasagna. Já, er ekki fínt að taka bara eitthvað góðan fiskrétt á eða viltu fá sonningu? Þú veist, maður byrja bara að þess að spjalla. Einmitt. Þannig þú stundum maður ekki að reyna að selja, maður bara að spjalla. Já. Svo kemur pöntun. Já. Og þetta er bara líka í, sko, hvort sem þetta selja bíla eða hvað sem þetta selja. Og hérna, sko, söluhæsti maðurinn sem hefur verið að selja heita potta hjá Arctic Spa, sem að því að við förum náttúrulega á árshátíð hverju einasta ári, hann minntist aldrei á pottan. Nei. Hann seldi mest af pottum, hann er besti sölumaður sem hefur verið heitum pottum, hann minntist aldrei á pottan. Hvernig fórstu að ég að selja? Númer 1, Kristján, er að skrá sig í viskíklúbb. Númer 2, Kristján, er að skrá sig í konjaklúbb. Já. Númer 3, í siglingaklúbb. Númer 4, spilar golf. Já. Ertu með áhuga á einhverjum sporti? Formúlu, einhverjum motorsporti, crossurum, hvað sem er. Þú ert bara í því að heimsækja þetta. Já. Og farið út og minglaði fólki og farið út að borða. Make them your friends. Einmitt. Ég veit ekki hvað ég er búin að selja mikið af vörum út á gólfvelli. Ég er alltaf líka í gólfi. Það hlýtur að vera slatti. Já. Þannig að þú veist, þetta er ekki alltaf, sölumennska er lúmsk. Hún er ekki alltaf, bara ekki kaupið það. Ég hef ekki gott tilboð. Þú veist, þetta er ekki alltaf þetta, sko. Einmitt. En hver er svona munurinn á því að vera að reka fiskbúð og búð sem er að selja heita potta og sánu? Er þetta líkt að einhver hluta til? Ég er náttúrulega kalda vatni og heita vatni. Já, einmitt. Já, það er náttúrulega, sko, að reka fiskbúð er grjótaru business. Já. Já, þú ert náttúrulega kaupin ráfni, þú veist ekki hvað er að fara að selja. Þú ert að fylgjast náttúrulega rosalega vel með veðri. Þessi vondtur, þá hækkar fiskur. Þessi gotttur, þá lækkar hann í verði. Já. Jú, þú ert svo náttúrulega eftir hvað árstíma er líka. Og þú ert ekki kaupa mikið inn, ekki kaupa lítið inn. Nei. Það er alltaf að reyna að svindla þér. Þú kaupa fisk. Já. Og svindla, hvernig þá? Það segja allir sjómenn, þú ekki þess að sögu bara, þegar fólk kemur á laxið, hvað var laxinn stór? Það var svona stór, það var risastór. Svo var hann kannski bara 2 kíló lax, en sögurnar eru alltaf svo stórar og það er sama með sjómenn. Þeir segja alltaf, sko, að fiskurinn er stærri heldur en hann er. Já. Finnst það kannski, en ástæðan fyrir því að sjómaðurinn er að plata og kaupendur er að það er engin refsing. Nei. Þannig að það er alltaf, sko, út á sjó og þá segja til dæmis sjómenn að hann er blandað góður. Blandað góður fiskur er eins og bara tökur þorsk 2,7 til 3,5 kíló að meðalþyngd. Hann kostar eitthvað ákveðið sem bara hann kosti 500. En næsta stærð fyrir neðan er 2 kíló til 2,7 kíló. Hann kostar kannski 460 krónur. Það er 40 krónur kílóið. En 40 krónur kílóið er 40.000 krónur 1 tonn. Já. Þannig að þú kaupir 3 tonn, þá er það 120.000. Já, það munar. Það munar svolítið mikið, sko. Og ef þú gerir þetta dag eftir dag, þá er þetta orðið marga milljónir ári. Já. Og þannig að, sko, ef sjómaðurinn er tekinn í bólinu sem er þá að ljúga til stærð, og nú er örugglega pottþétt eitthvað sjómaður brjálar út í mig, ég er að segja þetta, en þetta er bara sannleikurinn. En ég er náttúrulega dílaldrei við sjómanninn, ég er alltaf milliliður, það er markaðurinn. Já.
markarinn þekkir alveg alla sína báta og þá fiskurinn lækkar en þeir sagðu vera blandaður góður á 500 kall, þá var það bara lækkað niður í 460 Já. af því að hann var aðeins minni. Það engin refsing fyrir sjómanninn að plata. Nei. Þannig að sko í raunin ætti fiskurinn sko hann seldu mér sér blandaður góður á 500, þá ætti hann bara að fara inn í 400. Já. Af því að það var verið að reyna að plata mig, en ef ég tel ekki upp úr körunum og fylgist ekki ná með þessu, þá ég að borga 500 krónur fyrir fisk sem ég hefði getað fengið á 460 skilur. Já, það munar. Það munar svolítið mikið. 40 skall á einn degi rosa, hvern dag bara skilur. Það rosa mikið. Þannig að maður þarf að vera í fiskviðskiptum, þá þarf maður að vera vakandi yfir stærðunum á fiskinum, það sem maður er að kaupa inn. Já. Og við erum að kaupa svona 2 til 5, 6, 7 tonn á dag. Hvað að koma í hús, maður þarf að vigta og passa að sé rétt vigta. Ég get líka rósa markanum fyrir að í gamla daga þá keyptir 1 tonna ísu, þá fékkstu kannski 930 Já. í hústíðin daginn eftir. Og það var alltaf sagt að þetta rýrnar svo mikið fyrsta sólarhringinn, sem náttúrulega rétt. Þannig í dag vigtin að standast, en stærðirnar ekki alltaf að standast. Það búið að lagast mikið. Þetta var vilt að vestri en áður fyrir, en þetta var rosa gott í dag sko. Þannig að maður ekkert að kvarta mikið í dag. Þannig að það vera, að því maður búið að kvarta svo mikið, þá vera komið náttúrulega meira aðhald og þeir vita að vera að fylgjast með sér. Það þýðir ekkert sko, ég passa, þetta veskið mitt sko. Ef þú getur borgað 460.000, þá ertu ekki að borga 500.000. Nei. Það meikar enga sens. Nei. Þannig að það alveg rosalega erfitt að reka fiskbúð. Þú þarft að vera alveg vakinn og sofin yfir þessu. Þú getur ekki farið frí þegar langar, ég get ekki farið núna og bara ég loka bara mánudag, þriðjudag og ég ætla að fara til tennið eitthvað. Ég get gert það í pottum. Já. Þetta svona svolítið mun sko, og pottur sem orðinn eins og gamall að hann ekkert ónýtur, geymdur alltaf inni og það ekkert að honum. En fiskurinn náttúrulega ónýtur bara og geymur hann í viku sko. Já, þannig að það meiri hraði, það svona, þetta bara alveg svart og hvítur rekstur sko. Já, meira að hafa upp á pottunum kannski? Nei, þetta bara mjög svipað sko. Já. En þú náttúrulega sko, eins og ef ég tek fiskinn sem dæmi þá þegar ég var að selja fisk, það búin margar kreppur búin að koma frá 1989. Svona efnahagskreppur. Í fiskinu fann ég aldrei fyrir. Aldrei. Ég byrja ekki að fylgjast með pólitík til dæmis fyrir 3 árum síðan. Ég vissi ekkert eins og hver var forsætisráðherra neitt sko. Ég bara var ekkert að fylgjast með þessu. Ég var bara að vinna og ég var ekkert að spá í það. Humarsala alltaf eins alltaf. Það skiptir engu máli hvort þau hruni eða ekki. Humarsalinn alltaf svo saman. Af því að sko, ef þú hugsar, þá svo margir sem að borða bara humar kannski einu sinni ári, kannski bara alltaf gamla sko. Já. Eða þegar afmæli, eða á jólunum, eða einn dag, fyrsta útilegan sem farið að borða humar. Það í alveg saman hvað kíló verið kosta, þau kaup bara humar einu sinni. Já. Þannig að það alltaf sama sal á humri allt árið, þetta ótrúlega skrítið. Svona sérstætt tilefni. Já, það alltaf eitthvað sem maður segir, ef eitthvað tapar, þá græðir eitthvað og öfugt sko. Þannig að það alltaf eitthvað sem vil kaupa humar. Eða nautalundi, eða hvað það sko. Að þú finnur meira í svona ferskum fiski, hvort fólk kaupir þorsnakka eða ísuflöku eða bollur eða eitthvað svona ódýra á tilboð eitthvað. Humarsalinn alltaf svo saman. Já. En ef þú tekur pottana, þá ertu náttúrulega bara með upp og niður eftir hvernig sko, nú að kjósa, það svolítið svona sló núna. Já. Menn eru svona ekkert svona glaðir, hvað að gerast með atvinnulífi, það þá að fara að gera eitthvað í auðlindamálum, hvað að gera. Það veit ekki hvað á að fara að gera, þannig að fyrirtæki eigendur eins og ég alveg að halda með höndunum, ég ekki að ráða inn fólk núna, ég ætla að ráða inn 2. Já. Ég alveg bara á bremsunni sko. Já, bíða og sjá hvað gerist. Ég veit ekki hvað að fara að gerast. Nei. Þannig að ég finn það alveg sjálf að því ég náttúrulega vel tengdur í atvinnulífi, að það rosa mikið það að fólk bara á bremsunni. Já. Finnst mér sko. Sjá bara hvað gerist næstu 2-3 mánuði. Hvernig vexti fara, eða vexti að fara niður, þá kannski ég fer að auka sala í pottum aftur og sánum, eða þú veist. Ekki aukast, helst það sem var í fyrra. Já. Þetta svart og hvít business, fiskur og pottanir sko. Já, ólíkur bransi til að vera í. En svona ef þú myndir horfa við, þú veist, allt ferðlega þeirra búin að vera í fiskinum og pottunum og búin að fara þannig í gegnum hrunið. Myndir segja að hrunið hafi kannski verið svona stæðsta áskorun á ferðlunum hjá þér?
hrunið hafi náttúrulega mest áhrif á mitt líf. Það Já, var ekki gaman að vakna þarna þetta hann bara á miðvikudegi sko. Eða fimmtudagsmorgni. Vakna bara og ég var með allt í hlutabréfum og bara allt horfið. já, Bara sem varst bless. búin að vera loggað inn á í tölvunni. Já. Já. Þú veist, við erum að tala fleiri 100 milljónir, bara horfið, bless. Já, hvernig dílaðir við það? Það var eiginlega ekki neitt sko. Nei, helst bara áfram. Já, þetta var svolítið sérstaka aðstæður. Kona mín hefur nú verið að hrósa mig fyrir það sko. Ég bara tekur ábyrgð á því sem maður er að gera. Já. Ég hef aldrei ég hef oft tapað einhverju. Ég hef aldrei grátið með svefni. Ég sef alveg rólegur sko. Nei. Það er náttúrulega að taka áhættu. Það er áhættu að vera í fyrirtækjarekstri. Það er partur af þessu. Það er partur af þessu. Já. Það er náttúrulega að fara að grenja yfir hverju minnsta þingall sem að tapar þá getur maður ekki verið í þessu sko. Það vart alltaf grænindi. Þannig ég var með 3 börn, konan ófrisk, Já, bjuggum í kjallaranum heima hjá mömmu og vorum að flytja til landsins og vorum að leita okkur á húsi í Garabæ. Og ég var að leita sko dýrustu húsi landsins sko. Já. Og skoða þau. Já. Það hvarf bara út úr gluggann sko. Já. Þannig að við þurftum að fara að leigja. Við leigðum þarna bara 4 herbergja íbúð í Garabæ. Já. Og það var bara að fara í brett upp ermar og byrja bara að selja og dítjast og unni allar sólhringi. Það var bara þannig. Já. En hvað myndirðu segja að hafa verið eitthvað svona stærsti lærdóminn hjá þér á þessu tímabili? Kennum hrunið. Já. En því að þarna ferðið frá því að það gengur rosalega vel og talar það og loggar inn á tölvuna og það er allt grænt. Þannig til að vakna bara einn daginn og það er allt farið og staðan kannski gjörbreytt. Ég lærði það að láta hlutabréfin eiga sig. Já. Já, það er svona eiginlega það sem ég lærði mest. Ég hef ekki komið nálægt þeim sko. En ég ár svolítið að fasteignum og allan á Íslandi held ég að það sé svona besti businessin sko. Já. Steypan hefur alltaf haldið verðgildinu að hækka sko. Margfaldast öllum þessum árum. Já. Hlutabréfin sjálfsagt líka en já, ég held ég maður lært að því bara að vera ekki að gera eitthvað sem maður þekkir ekki sko. Já. Með aðlegan í hlutabréfum í einhverju tölvuleik sko sem ég er ekki góður í sko. Já. Og treysta öðrum fyrir öllu sem var átt. Ég held að maður Já. sé bestur í að passa þetta sjálfur. Já, gera eitthvað sem maður þekki þá. Þú er stjórn á líka. Já. En svo náttúrulega eins og brunin í Los Angeles núna, allir eru kannski með alla peningan í öllum húsunum og öll verðmættum og þetta er bara fyrir upp á einn degi sko. Já. Einni nóttu. Já. Þannig að með aðlegunni því, ég veit ekki hvað ég lærdóm, jú, það er að láta hlutabréfin eiga sig og já, eiga fasteign og tryggja held ég. Já. En þú talar mikið fastin, ertu þá, þú veist, hver er svona helstu verkan sem að þú ert að vinna í dag? Náttúrulega ert með heitipottar að selja potta á sánu og ert svo væntanlega líka þá að kaupa einhverja fastin, ertu þá í útleigu eða? Já, ég náttúrulega náttúrulega Höfðabakkan báðar hæðirna ennþá sem ég bara leigi út. Já. Svo er ég með fasteignafélag bara sem á alla fasteignar, Fossálsinn og bara alla fasteign sem ég er með, allt í útleigu. Já. Ég er svona alltaf að leita, ég skoða fasteignir hverjum degi sko, mokkan, Já. bara fletti þar bara, ég elska eitthvað sem er eitthvað ódýrt og eitthvað í niðurníslu og lítur ill út og eitthvað sem engi vill kaupa sko, mér finnst það geggjað sko. Já, búið til einhver verðmæti þar. Já, mér finnst það rosa gaman að taka fasteign, ég held ég aldrei keypt flotta fasteign sko. Nei. Alltaf keypt bara eitthvað drasl sko. Já. Og ég sé tækifærin í því að það sem að hinir sjá ekki tækifæri. Já. Mér finnst ekkert mála að mæta kannski með 4-5 stráka og rífa niður og panta bara ruslagáma að henda öllu bara. Já. Svo þarna Fossálsinn. Ljótar hurðar sem að nýtast alveg fyrir hvern jeppakalla, skilur. En ég ætla að opna verslun. Já. Þannig að eins og Fossálsinn og þarna Hálsanir er að bara breytast í svona verslanir. Sko. Já. Getur verið flotta verslanir. Já. En þú myndir segja hvað, síðast ár sé svona stæðsta árið þitt í rekstri? Já, besta. Já, stæðsta og besta. Stæðsta og besta árið. Já, en þú ætla bara að halda áfram? Nei, ég þú spurðum þarna þunglindið þarna áðan sko, kullunin og þetta dót sko, þá tók ég það ákvörð núna í ágúst að ferðast í hverjum einasta mánuð í allan vetur. Já. Þannig ég er búinn að fara núna í utanlandsferð hver einasta mánuð núna og var að koma úr einni utanlandsferðinni, fórum til Tenerife,
fyrsta Já. skipti sem að ég verið yfir jól og áramót. Já, úti. Já. Og ég kom núna bara 4. janúar heim og ég að fara aftur út núna 15. febrúar er ég að fara í golfferð. Já. Og ég ekkert að tala að fara í 2-3 vikur, ég að fara kannski 4-5 daga í viku. Ég að fara í vikuferð núna með elsta sinnum í golf. Má verðlaun fyrir síðasta ár og þannig að svona vinna svona buga á þunglindinu og myrkrinu og þessum viðbjóði sem að íslenskt veðurfar er. Já. Þetta er ekki eðlilegt að búa hérna. Þetta er ekki fyrir eðlilegt fólk að búa hérna, sko. Nei. En þetta kannski bara styrkir okkur. Já, ég veit ekki. Já. Þannig að þú ætlar að halda áfram að vinna að vera bara svona aðeins skynsamari. Já, skynsamur bara. Já. Það er svona það sem að næstu skref eru bara þannig að vera skynsamur. Já. Engar svona óþarfa áhættufjárfestingar eflaus. Nei. Jú, bara aðeins taka þetta rólega. Maður þarf ekki að vera að djöflast líka allan sólarhringinn, sko. Eins og sé, komið á seinni hálfleik og já, hvenær er nóg? Það er komið nóg. Já. En hvað er fyrir einhvern sem er kannski að hlusta eða horfa á þetta viðtal núna og hefur áhuga að fara í rekstur eða fyrirtæki rekstur og gera eitthvað sjálfur eða sjálf? Hvað er svona ráðleggingar myndir þú ráða þeim ef einhver kæmi og er að leita til þín? Já, það er náttúrulega bara það er auðvelt að segja þetta, erfitt að gera það, sko. Þú þarf náttúrulega vilja leggja á því, sko. Atvinnurekstur er ekki 8 tímar á dag, sko. Þetta er 12, 14, 16 tímar á dag. Alla daga, kannski ekki alla daga 16 tíma, en maður þarf að leggja á sig. Standa í það sem þú segir, bara rólega af stað. Og já, bara maður þarf náttúrulega að setja eitthvað álagningu og það tekur 5 ár. Já, ég myndi segja, það tekur ef þú ætlar að opna einhverjar fatabúð eða blómabúð eða matsölustað eitthvað. Þetta er 5 ára plan, sko. Það tekur 5 ára að fá fólk til að venjast að koma á staðinn. Já. Þá er þetta að fara að rúlla, sko. Þú sér ekki pening allan að fyrstu 3-4 árin, sko. 5. Nei. En ef þú nærð að vera þessi 5 ára þá og bara steipir ekki skuldir og getur heiðarlegur, borgar reikningana utan alltaf Landsbankana. Já. Sem ekki bankana. Þá já, bara go for it, sko. Myndirðu segja þetta verið fyrir alla? Atvinnurekstur? Já. Nei, þetta er ekki fyrir alla. Þetta er fyrir marga. Ég held að svona fólk sem er komið efri árin svona, ég kalla efri árin kannski 35, sko. Já. Það er allir með draumum að fara opna einhver veitingastað með rosa góð uppskrift að hína þessu. Þetta virkar, þetta er ekki svona einfalt, sko. Ég að selja nú til dæmis fisk alveg hauga veitingastöðum. Ég held ég þekki ekki nema einn ríkan veitingamann á Íslandi, sko. Já. Sem hefur eitthvað upp úr þessu. Já, þannig að þetta er bara rosa mikið vinna, sko. Já. En ég meina, þú getur alveg haft, ef þú hefur launin og svona, þá er allt í lagi. Já. Það er erfitt að ráðleggja, en þetta er gaman. Já. Áskorun, það er gaman. Þetta er alveg áskorun. Já, bara gera þetta og ef maður ætlar að gera þetta, bara byrja strax. Ekki vera að bíða með þetta þá þú orðið 35 ára, 40 ára eitthvað. Já. Jú, ef þú hefur passion fyrir því og veist hvað það gera, þá bara go for it, sko. Já. Myndirðu segja að hafi alltaf verið draumur þinn að fara í eigin rekstur? Nei, aldrei. Nei. Ég veit ekki svona út okkur ég byrjaði sjálfur, sko. Bara slýsast í þetta? Já, eða bara vitlaust eða vita hvað Til að stoppa kannski? Já, ég veit það ekki, sko. Já. En ég náttúrulega ég hafði og hef alveg trú á sjálfur mér, það sem ég er að gera. Ég veit að ég er alveg duglegur. Já. Já, það er bara það. En hvaðan heldur að þessi drifkraftur komi? Sennilega því að svo vont við hérna. Já, að fara að gera eitthvað. Já, hann nennir ekki hanga heima eða vera úti í þessu kulda og slaga verið, sko. Ég veit ekki. Íslendingar voru duglegir. Þeir eru duglegir. Já. Þeir eru ekki eins duglegir eins og þeir voru. Nei. Þeir voru kannski ofduglegir. Já, það er búið að breytast. Já, ég finn að koma úr torfkófunum okkur í 50 árum og í þetta lúxus samfélag. Þetta er náttúrulega. Já, þetta mýkir okkur svolítið. Já, það má ekki vera of gott, sko. Nei. Hætta að flytja inn útlendinga og fara að vinna sjálfir aðeins meira. Ég myndi segja það, stoppa innflutning og
það er ekki alltaf, meira er ekki alltaf betra, sko. Þetta fín lína. Já, þetta fín lína. Mjög fín lína. Það ein spurning sem ég spyr alla svona í lokin og þú búin að svara henni kannski að svona hluta til. En hvar sérðu sjálfa þér svona eftir 5-10 ár? Þú búin að tala að ætlar að vera aðeins skynsamari hvernig þetta vinna, ætlar að fara erlendis einu sinni í mánuði. Er eitthvað svona annað sem þú með plana? Nei, ég hugsa að ég verði bara að gera það sama. Já. Ég hugsa það. Það er aðalatriði bara koma krökkunum upp aftur og kenna þeim það sem ef maður getur kennt þeim eitthvað. Koma þeim að stað, hjálpa þeim að kaupa húsnæði og íbúðir og koma þeim að stað í lífinu. Já. Það er svona, og ég vona á fyrsta barnabarninu núna í apríl. Já, það er mikið með það. Takk fyrir. Þannig ég held að, já, ég sé mig bara, held ég bara, já, á hlutverkinu og já, ég hugsa ég slaki ekki dá í pottunum eða fiskinum, ég er nú að fara að byggja núna, stækka þar. Já. En jú, svona 16 tímar á dag er alveg búið, sko. Já, kannski meiri svona 10-12. Já, þetta er alltaf 10-12 tímar. Já. En mér langar aðeins að ég er rosa gaman að því að fara út á land á húsbílum, selja potta og ekki vera að selja potta, heldur bara að fara á húsbílum út á land með gólsetti með mér. Ef ég sel eitthvað, þá sel ég. Ef ég sel ekki, þá sel ég ekki. Já. En það hefur alltaf, þessar ferðir sem ég farið, hafa alltaf komið vel út að því að, já, herru, ég sáði þarna Húsavík hvernig fyrra eða hitti fyrra á. Þannig að þessar ferðir hafa alltaf skilað, sko. Já, skilað sér alltaf tilbaka. Þó svo ég farið á marga staði og ekki selt neitt, þá hefur alltaf skilað með sölu einhvern seinna, sko. Já. Og örugglega margar sölu sem hafa skilað sem ég veit ekki af, sko. Þannig að maður á ekki vera þessi aggressífi sölu, maður á bara að fara að hafa gaman að lífinu og gera þess að maður finnst gaman og ég kemur bara. Já. Það er skemmtileg sölu. Já. Þetta er ekki bara mjög góð lokaorð. Það er þig. En það er glæðislega. Bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma í þáttinn. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir mig. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki á næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.